þetta VG dæmi sem að náttúrulega núna hreinlega að væntanlega og vonandi hverfa af þingi hefur nú kostað okkur aldeilis skildingin, skal ég segja þér. Óskar þess að VG falla þingi? Já, að öllu hjarta. Inga, þú tala bara, veruleika þar sem að fatta fólk var geimt í búrum, sko. Ég góði þegiðu, ég var sjálf fötluð og lögblind og allt þetta og ég var ekki í neinu búri frekar mjög fatlaði bróði minn. Hættu þessu. Það er búið að niðurgreiða alls konar fyrir aumingja og þar að leiðandi komið verðbólga Það er svo mikið ógeð. Björn Leví vinur minn Gunnarsson, hann bara hér út hann er svo eldur akkur hér út alla samfélagsmiðla. Hún að eigna sér þetta, hún Inga Sæland og eigna sér þetta og það er bara flokkuð, það er bara sama sagan. Þykist bara eiga þetta og eiga þetta. Við eigum þetta skuldlaust. Þar að leiðandi er niðurgreiðsla sálfræðiþjónustu eins og hún lögð upp hjá Viðreisn vond hugmynd. Heyrðu, veistu hvað? Þú ert sammála mér. Já, hvernig við ætlum að afla tekna við öllu því sem við erum að boða án þess að skattleggja þig eða fólkið í landinu. Heldur ætlum við að sækja fjármuni þar sem er nóg fyrir af þeim. Þú mátt ekki segja þetta. Sko? Þú hlýtur að klippa þetta út. Ég held að við séum bara byrjuð, Inga. Nei, ég er að laga hári. Nei, Nú ert að laga hárið. Þú er að vera uppi mækin. Svona? Já. Nú erum við að tala saman. Ekki til í þetta? Jú, fættist tilbúin. Hvað viltu ræða? Ég ætla að leyfa þér að ræða þessu. Sko, já, hvað viltu ræða? Förum bara í það sem þú vilt tala um. Ég vil náttúrulega bara tala um hugsjónir mínar og flokks fólksins. Hver eru þær? Og hvers vegna við erum þar sem við erum í dag. Það gengur vel hjá ykkur. Það er einhver meðbyr. Finnur þetta? Finn ég þetta? Ég finn bara alveg ótrúlegan kærleika. Ég er að fá pósta alls staðar á heiminum núna. Ég hef aldrei upplifað annað eins. Bara og líka þetta að fólk er að segja, þú veist, ég vil hjálpa, allir vilja koma og hjálpa og senda skilaboð og símanúmer og hafðu samband, ég vil hjálpa. Það er gríðarlega meðbyr og sem hann er auðvitað náttúrulega lyfti manni upp, maður verður eitthvað svo bjartsýnn og brosandi og áhugasamur og glaður og já. Eru það að fara að taka þetta? Við erum að fara að taka þetta. Og hvað gerist þegar þið takið þetta? Hvað ætlar að breyta samfélaginu? Þú vilt breyta einhverju, þú ert pirruð út í núverandi fyrirkomulag á því hvernig við erum að ráðstafa því hvernig við förum með fjármagn, og pirruð við því hvernig við komum fram við öryrkja, fæði, klæði, húsnæði. Hvernig ætlar að gera þetta? Hvernig við komum fram við eldra fólk, hvernig við komum fram við börnin okkar. Það var nú náttúrulega þegar að 2016 í janúar þegar heyru 9,1% barna á Íslandi líði mismikinn skort. Svo bara fengum við skýrslu núna fyrir ríflega ári síðan og frá Barnaheill og við minni UNICEF. Það var einmitt UNICEF á Íslandi sem var að gefa út skýrslu í janúar 2016 þegar ég heyri um fátækt íslenskra barna. Nú, þá hefur þessi fátækt vaxið núna á síðastliðnum 7 árum 44% og þá var ég að taka neðri vikmörkin, það var talað um 13,1 til 15% íslenskra barna núna sem leiði mismikið skort. Þannig að undir verndarvæng barnamálaráðherra sem á að vera besti vinur barnana hefur fátækt vaxið og sem náttúrulega Ásmundur Einar Daðason Framsóknarflokki svo það komið fram. Þá hefur fátækt íslenskra barna vaxið 44% og ólæsi komið í 50% hjá drengjum eftir 10 ára grunnskólanám og það líka yfir 40% hjá stúlkum. Þannig að við erum að sjá að það er heimlega verið að eyðileggja framtíð landsins, það verið að eyðileggja framtíð unga fólksins okkar með því að taka ekki utan þau í skólakerfinu með og gera þeim kleift að læra að lesa eftir 10 ára grunnskólagöngu. Þannig eitthvað að því kennararnir berjast. Þeir eru með allt og marga inn í bekk, þeir eru með mörg tungumál í þessum skóla án aðgreiningar. Þá eru þeir ekki tekið tillit til eins eða neins, það er bara öllum hrúa inn í bekkin og kennarinn á bara að tala 10-20 tungumál og þetta er bara óraunhæft. Sástundum daginn í spursmálum, hann Guðmundur Ari held ég hann heiti. Og þar var, Stefán Einar spurður þess að Guðmundur Ari hvað eigum við bara að kenna 100 tungumál? Hann bara já. Það er einhvers konar veruleika rof, sem að byggir á því að við getum einhvern veginn tekist á. Ég var að ræða þetta við mannesku núna í morgun sem er enda frekar hrifin af þér en hún er mjög vinstri sinnuð. Hvað heitir hún? Nei, ég get ekki þetta. Ég er að grína. En mjög vinstri sinnuð og þar vorum við að fara yfir svona hugmyndafræði og út af því að það sem ég langar líka að læra í dag er hvort að flokkur fólksins sé hægri eða vinstri flokkur
það stundum erfitt að greina það, en það eru takmarkanir í heiminum sem að gera það að verkum að það erfiðara eða ómögulegt í sumum tilfellum að koma til móts við alla. Já. Gera allt fyrir alla. Ég sá á svipnum á því hvað ætlar að segja. Já. Ertu ekki sammála því? Það ekki hægt að gera allt fyrir alla. Þetta rétt. Við erum með ákveði fjármagn til dæmis inn í ríkissjóði. Það þýðir ekki að loka augunum fyrir því að það ekki hægt að skrúa bara frá krananum og vera með síræðsli, það endar náttúrulega með því að það tæmist. Endurum við núna að stefna í og verðum með 60 miljardar halla á fjárlögum á þessu ári. En við höfum verið að sjá alls konar, hafa komið upp alls konar svona hugmyndir sem að við getum tengt við kannski bara löndin í kringum okkur. Hvernig hafa þau verið að takast á við fjölmenningu? Hvernig takast þau á við það þegar þau verið að fá til sín þúsundir barna frá öðrum löndum? Hvernig komaðu til móts við þau? Ok, við erum að sjá fyrir okkur annarkvöld bara til dæmis svona alþjóðadeild inn í til dæmis grunnskólan strax, bara alþjóðadeild þar sem að í rauninni það sé fyrsta lending bassins inn í skólakerfið, það fá að því sé mætt þar sem það því sé mætt á sínu tungumáli og það sé aðlagað inn í síðan bekkin þegar það tilbúið að fara inn í almenna bekkin hjá öllum hinum sem að eru komin langt á undan vegna þess að þau tala tungumálið. Það grundvallar atriði fyrir alla til þess að aðlagast inn í samfélagi en náttúrulega ná valdi á tungumálun okkar. En ég sá líka fyrir mér þau eiga foreldra, þessi börn, þau eiga foreldra og aðstandendur sem tala þeirra tungumál sem að jafnvel ekki ennþá fengi tækifæri til að fara út á vinnumarkaðin. Getum við ekki gert þau að ákveðnum, boðið þeim að vera ákveðnir skólaliðar til dæmis inni í kerfinu þarna með í alþjóðlegu deildinni, hjálpa börnunum og mætt þeim þar sem þau eru á þeirra forsendum. Mér finnst í rauninni í íslenskt samfélag það einkennist að því að tróða okkur helst öllum í sama boxið. Það er eiginlega alveg sama hvar í kerfinu þú lítur á okkur, við fáum svo sjaldan að njóta okkar sem einstaklingar og okkar forsendum, okkur er allt og sjaldan mætt á okkar forsendum vegna þess að eins og ég og þú, við erum sannarlega ekki að deila heilum þó við séum svona fín í spjallinu. Þannig að við erum ólík og ef við erum að lenda í, við skulum gefum okkur það að við varum bæði að glíma við fíksjúkdóminn og við þurftum að komast í hjálp og meðferð. Þá ekki að mæta okkur alveg nákvæmlega eins. Við erum bara kannski gjör ólík þó að sjúkdóminu sem slíkur sé með sín einkenni leiði til geðveiki, leiði til dauða og öll erum við að glíma við hann, að ráða ekki við hann og allt það. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég geti kannski þurft meira af svona sálfræðilegum stuðningi eða alls konar öðrum stuðningi, baklandi mitt er gjör ólíkt eða baklandi þitt. En ég meina, en við erum bara að láta þeim vera í nákvæmlega sama bóksinu. Skiptir engu máli. Nei, en ég meina það eru bara ákveðið margir aðilar sem að vinna innan velferðarsviðs. Við getum ekki alltaf verið að koma til móts við allar þarfir á einhverjar sérþarfir og sérþarfir og sérþarfir. Það þarf líka að vera óskynsamlegt að vera eiturlyfjamaður og þegar þú ert eiturlyfjamaður þá ertu líklegri til þess að halda áfram að vera eiturlyfjamaður ef það er eitthvað svona úrræði sem að kemur alltaf til móts við þína þarfir. Fattar þú? Þannig að ef ég er alltaf... Nei, nú týndi ég þér algjörlega. Þá ætlum ég bara að útskýra þetta. Ég veit ekki hvað varst að tala um. Ef ég er eiturlyfjamaður og það er alltaf einhvers konar úrræði sem að kemur til móts við mína þarfir þar sem ég fæ allt það sem ég þarf og grjóna púða og fleira þar fram eftir göttunum. Já, býtu. Þetta, ég hafa á tilfinningun þetta væri svona hryllilegt. Þetta var voða. Býtu aðeins. Þetta er ljótt, sko, ég ætla að reyna að stoppa þig á. Þetta er ljótt, en þetta er það sem fólk hugsar. Ég veit það, og það maður fær að heyra þetta í samfélaginu, þú eru örugglega fengið að heyra þetta, ég held mér að þið finnist þetta. Nei, það finnst mér ekki. Ég er að stríða þér, en fattar samt hvað ég meina, það þarf að vera einhverja takmarkanir. Í fyrsta lagi eru takmarkanir fyrir hendi, sem er það er ekki með nægilega marga sjálfboðaliða eða aðila til þess að sinna þessu. Þetta er bara heilbrigðisþjónusta. Þetta bara falla inn í aðra heilbrigðisþjónustu, eins og önnur aðri sjúkdómar. Vegna þess að þetta er einn lífshættulegast og alvarlegasti sjúkdómurinn sem heimsbyggðin eins og hún leggur sig er að glíma við. Þannig að þegar þú segir að það sé ekki tækt að mæta öllum þar sem þeir eru, þá er það náttúrulega, það þarf bara að manna kerfin okkar. Við þurfum bara að athuga hvaða stoðir eru það í samfélaginu sem við viljum að standi styrkum fótum, hvernig viljum við nýta mannlögin okkar, hvað kostar það að halda fólki í þessu svartnætti sem það er, þegar það bankar á dyrnar og biður aðstoð,
hversu mikils virði það fyrir samfélagið að virka einstaklingin, virka mannauðin og koma honum út á örkina til okkar hinra til að skila tilbaka og sína þakklæti í verki. Halló, þið hjálpuðu mér, ég glaður maður, ég glöð og ég komin út í samfélagið með fjölskylduna mína, ég fæ að sinna börnunum mínum að því ég búin að fá hjálp. Ég tel það 100 sinnum, 1000 sinnum mesta virði sem við getum bara... Já. Þú hlýtur að vera sammála því að það mannauður í öllum. Þú hlýtur að vera sammála því að borga sig að virka fólki. En það hef ég talað við mikið af fólki innan S.A.A. og mér að ég var að tala við vinkonu mína fyrir einhverju, ég hef sagt þessu sögu áður, hún var innan AA-samtakana. Félaginn minn var í hörðum eitilöfum, hann búin að rétt úr kútnu núna út af því að allir snéru baki við honum, sem betur fyrr. Herðu, halló! Leð mér að klára þessu sögu. Þú skulir segja þetta. Það samt þannig, en ok, ég skal bara klára þessu sögu. Mér finnst þetta ekki eitthvað allt þetta með eitilöga dóttir sem ég var að segja, það var til að kveiki þér, en þetta samt raunverulega saga. Veikja í mér. Slökkutæki á staðnum, þetta bara ekki hægt. Ég fekk símhringingu frá félaginn minnum og hún sagði við mig og ég sagði við hana að þetta væri vinur minn sem var í eitilögum og hún var sjálf í neyslu, harður í neyslu og hún sagði við mig, þú verður að skella á hann, bara ekki einu sinni svara honum. Og ég sagði, það ekki nú svolítið kaldrifið? Og hún sagði, nei, hann bara að fara að biðja um pening til þess að fjármagna eitilög og hann mun segja að það sé fyrir mat, það kjaftaði, hann þarf að heyra og fá að vita að þú sitt búin að snúa við hann á bakinu til þess að hann geti spint sér frá botninum. Og það eru mjög margir AA sem að segja þetta, það eru líka fólk sem að vinnur í þessum geira, ég ætla ekki að nefna einhver sérstök samtök, en fólk sem ég þekki, sem vinnur í þessum geira, sem að segja, heyrðu, þetta rótardót nú algjört rugl, allt þetta með skaðaminnkunarúrræðið ekki til þess fallið að bæta stöðuna, það bara má ekki segja. Og þá velti ég fyrir mér, sko. Og þá náttúrulega segir þú það. Já, ég meina, ég að velta upp spurningum, og þú fórst inn á þetta. Annað sem í þessu, fólkið sem vinnur á leikskólanum talar ekki einu svona íslensku. Þú segir, heyrðu, það bara að manna þetta með hvaða peningum. Það engin peningir, það allt Þannig ertu komin inn á allt aðra línu. Jú, þannig ertu komin inn á línuna því þegar við erum að flytja hér inn mjög mikið af erlendu vinnuafli og í raun og veru þegar við erum að sko eins og til dæmis það gamall maður, ég get sagt líka sögu, það eldri maður hérna núna á Hrafnistu á Sléttuveginum og svo dásalega fallega heimili þar. Konan hans kom til mín núna þegar við vorum upp í Kringlu daginn og hérna var að spyrja mig út í alls konar, til dæmis bara til dæmis fjármál eldra fólks þegar búið að setja það inn á hjúkrunarheimili og svona og hann komið með heilabilun og hvað segir hann við hana? Hann segir, hvenær getum við farið heim til Íslands? Ástin mín langar að koma heim. Ég vil fara heim til Íslands, ég vil ekki vera í útlöndum lengur. Það vegna þess að það enginn sem tala við hann á íslensku þarna. Starfsfólki inn á hjúkrunarheimili, það alveg sama hversu gott og alúlegt við þetta gamla fólk og þetta fullorðna fólk, það talar ekki íslensku. Ég veit, þetta alveg fáránlegt. Já, þetta algjörlega á valdi stjórnvalda. Hver að það manna þessar stöður? Ekki í lagi með þig, auðvitað þurfum við bara að setja ákveðin skilyrði fyrir því að fólk fái vinnu sem að að starfa við viðkvæmustu störfunum okkar, félagslegu störfunum, leikskóli, ég meina, við erum hissa á því að börnin okkar séu ekki með ofbóðslega, hvað ég að segja, víðtækan skilning á eigin tungumáli þegar að í rauninni ég að heyra 10-12 ára börn fyrir að fann að tala saman á ensku. Ástæðan einfaldlega svo að það, þú veist, við erum ekki að fylgja þessu rétt eftir, við erum búin að búa til þannig aðstæður í samfélaginu að við erum hangandi í hálmstrái sem í rauninni að skemma fyrir okkur til lengri tíma litið. Við höfum frekar að taka utan fólkið, hjálpa því og þjálfa það að læra tungumálið eins og ég sagði á hann. Það bara grundvöllurinn að öllu saman að ef við ætlum að halda tungumálinu þá verðum við náttúrulega að reyna að tala það sem flest og við getum ekki sett fólk sem talar ekki orði í íslensku í það þjóna til dæmis eldra fólki sem að talar ekki orði í ensku eftir að kannski komið yfir áttrætt, ekki eitt einasta orði eftir að pabbi mér veit ekki einu sinni munin á yes og no, þú veist þannig að þetta náttúrulega bara Þú verður að svara þeirri spurningu, þú ert að segja að við þurfum bara að manna þetta, það er ekkert atvinnulegs á Íslandi, við erum ótrúlega mikið útlendingum, þú segir bara manna og svo viltu líka bara fara að sparka öllu þessu leið og landi. Fyrirgefðu, ég ætla nú að spyrja þig alveg núna eins og bara, ég sé bara algjör búðingu sjá til, nú bara spyr ég bara svoleiðis. Fyrirgefðu, hvernig höfum við farið að þessu áður? Hvernig var það áður, jáfnvel þegar við vorum 100.000 mönnum færri á Íslandi? Hvernig gat það eiginlega verið að í hverju einasta sveitafélagi, hversu smátt sem það var, út allt land,
þá var reynt að hafa það þannig að öll þjónusta var til staðar í nær umhverfinu. Við vorum með pósthús, við vorum að hugsa með svo Ólafsfirði, bænum mínum þar sem ég fæddist og ólst upp. Þegar ég lítil táta, það var þarna bakari, það voru þarna 2 byggingavöruverslanir, það voru þarna kjörbúðir, það var þarna pósthús, það var í rauninni bara allt, það voru línbúð svona, vefnaður, verslun. Inga, þú tala bara, veruleika þar sem að fatta fólk var geimt í búrum, sko. Ég góði þegiðu, ég var sjálf fötluð og lögblind og allt þetta, ég var ekki í neinu búri frekar mjög fatlaði bróði minn. Hættu þessu. Þetta bara bull, ég veit ekki hvað, heldur ég sé að fara að skjóta okkur til Kína eða fyrir 200 árum. Sko, Kópavogshæli var frægt fyrir það að búa mjög ómannúðlegar aðstæður. Við erum að fá sögur eftir sögur þar sem er verið að meira að greiða fólki aftur í tíman bætur fyrir það hversu ómannúðlega var komið fram. Við vorum með Breiðuvík og við vorum með alls konar og meiri segja núna 2000 og eitthvað þarna fyrir norðan og Lauga, hvað heitir það, Laugabóli eða Laugabakki, hvað hétt það, þar sem að var bara að fara svona óbúslega illa með unga stúlkur og annars líkt og skelving. Auðvitað eru skíthælar sem að þjónusta fólk út allt. Auðvitað hafa jafnvel kynferðis barnanýðingar valist í það að vera aðalega að vinna með börnum og sækja í það að vinna með börnum. Það er á ábyrgð, það hlýtur að vera ábyrgð þeirra sem að ráða svona fólk að skoða bakgrunni vel og ég veit það ekki, það er nú örugglega valla hægt, ég get til dæmis ekki lesið í gegnum höfuð á þér hvaða raunverulega mann þú hefðir að geyma þó og brosið svona fallega og sett alltaf svona góður og elskulegur. Kannski ertu bara hið mesta fól, en ég meina ég sé það ekki neitt. Þú veist það nú alveg, við náðum svo vel saman síðast. Ég er ekki að segja, ég veit það alveg, en ég er að segja, þú veist. Nei, ég er náttúrulega líka að reyna að... Ég veit ekki nefnum að færi út núna og sparkaði lítinn hund til dæmis, ég veit það ekki, það sést ekki á þér. Ég er ekki að fara... Nei, þú ert ekki að fara að gera það, en ég er bara, þú veist hvað ég meina. Ég fatt hvað meinar. En ég meina ég er bara að segja, við ráðum fólki í vinnu þegar við erum búin að kenna þeim íslensku. Við gerum eins og við sjáum í Danmörku, Noregu, Svíþjóð, Hollandi og allstæðir allt í kringum okkur. Þar er einfallega ekki sett inn fólk til að sinna börnum og í öllu þessu félagslega, í heilbrigðiskerfinu, öldrunarkerfinu og inn á leikskólana nema það geti tjáð sig á íslensku og tala tungumáli þokkalega. Það er algjört grundvallar. En svo þú veist, þá er ég búin að vera að vinna með fötluðum í 15 ár, þannig ég er nú ekki verri en það. Þú ert dásamlegur og ég veit það að þú tala við þau íslensku. Ég trúi ekki á að fara... Það má ekki ráðin fólk sem talar ekki íslensku. Sko? Pældi hvað það er sann skrítin veruleiki að við höfum að fyrir eina stofnun. En ekki aðra? Já. Ég vil hafa það sé fyrir allar eins og þú ert að tala um að sé hjá þér. Já. Það er bara það sem ég er að segja. Og það er stjórnvöldum og sveitafélögum okkur í lóalæð að koma til móts við fólk sem að vil búa hérna til að hjálpa þeim að læra íslensku. Það er á okkar ábyrgð. Er ekki millistjórnenda veldið innan ríkisins, Reykjavíkurborgar og víðar orðið allt og stórt og þar að leiðandi erum við með vinnuafl sem að nánast engin framleiðinir af þar sem að þau eru að íta einhverjum skýrslum sín á milli til þess að búa til einhvern veruleika sem að náttúrulega aldrei verður. Jú. Ég er sammála þessu, ég er sammála því. Það er alltaf lítið fólki á gólfinu og þeir sem eru að skrifa skýrslur. Enda líka, það er nú stórfurðulegt að vera til dæmis í kappræðum, þetta er náttúrulega enga kappræðu sem við eigum innbyrðis við hvert annað, til dæmis leiðtoga stjórnmálaflokka eða þegar við erum að koma 10 saman á einhverja staura standandi í 2 tíma með sinadrátt í öllum tánum og koma með bakverk. Ég meina, þetta er enga kappræður. Það er bara einhver ákveðin aðilar sem stýra því. Spurja mann, ég var spurð af því á RÚV-daginn. Inga Sæland, 30 sekundur, hvernig ætlar að bjarga heilbrigðiskerfinu? Já, mér varst það alltaf gott. 30, ég meina, það hefur verið að molna undan því algjörlega ár frá ári og ég átti bara að bjarga, máttur Ingu mikill, en allavega þá held ég að enginn geti bjargaði á 30 sekundum, en það er alltaf þeirra fórsendum, á spyrlana fórsendum. Ég vil fá alvöru kappræður, ég vil fá smá fæt í þetta, eitthvað gaman í þáttin. Til dæmis það er flott að vera með eitthvað lið hérna með okkur og eitthvað skemmt, skilur þú hvað ég minna? Já. Draga fram í rauninni raunverulega hvað við höfum við hvort annað að segja, hvert annað að segja og
þá geta þessi spekingar, stjórnmál og spekingar og annars líkt, frekar verið að lesa svona í það, hverjir eiga nú best saman í þessu balli, sko, á þessu balli, hverjir svara svona og hinsegin og hvernig þeim við hvert annað skilur og hvað hafa þau út á hvað annað að setja. Það væri svolítið, ég er náttúrulega næstu í stjórnmálafræðingur, ég átt eftir svolítið einingar til þess að klára það, en mér finnst þú að gaman að spá í allt svoleiðis, spá í þau spil líka, spá í skoðanakannanir, spá í það hvernig stjórnmálafræðingar að lesa í spilin, sem að mér finnst stundum alveg galið vegna þess að þeir eru venjulega svo tengdir flokkunum, þetta allt svo hlutdrægt, eins og fjölmiðlarnir almennt, nema þú náttúrulega, þú ert bara eðlilegur, þó ég veit þú sett spes. Þú veist það samt eins og ég veit þú ert á einu stað umfram annan, en ég meina halló, það bara... Ég náttúrulega bara á mínu skoðanum, ég líka sko eins og ég nú nefndar ekki fjallað þetta í þessum sem ég verið að gera, en ég bara, sko ég horfi ekki eins og ná mig sem fjölmiðil. Eina sem ég að reyna að gera, ég reyni svolítið út af því ég kem svona... Úr business? Nei, ég er ekki miklum business, ég er Nei, maður spjallu það einu sinni, maður stuði. Já, ég náttúrulega var í eitthvað í fasteignaukaupu, en það er eiginlega bara liðin tíð, ég er móðlítið núna, og svo ég segi aðeins til ráðgjafar, en nei, ég er náttúrulega bara á sambíli og svo er ég að kenna hnefalega, þannig ég hitti fólk ótrúlega förnum vegi og víða, og ég reynir bara að sanga með svona spurningum sem ég veit að fólk á erfitt með að spyrja. Það er spurning sem þið myndir svona vanlega ekki fá, eins og með til dæmis eiturlyfjanotkunina. Ég veit alveg að þetta er eitthvað sem fólk spáir í. Ég ætla að fara þangað aðeins aftur að því við kláruðum það eiginlega ekki. Ég veit ekki alveg út hverju hóta. Þú ferð út allt. Já, það var að því þú varst alltaf að hrópa hvar á að fá fólk, hvernig ætlar að manna þetta og bla bla bla. Þú ruglaði mig alveg í rýminu. En sko, svo við snúum okkur aðeins að því. Ég veit náttúrulega ekkert við hvað snillinga þú ert að tala sem að er að segja það að það sé best að snúa baki við þeim sem er að glíma við fíksjúkdóminn og hreinlega skella á hann og hreinlega láta hann sökkva eins og stein. Því það er algjörlega gjössalega komin hin blaðsíðan. Það er búið að sýna sig að þeir einstaklingar sem hafa raunverulegt bakland, ekki bakland sem að kaupir og lána þeim peninga til þess að kaupa næsta skamt, heldur bakland sem sýnir kærleika og stuðning, reynir að fylgja einstaklingum eftir, reyna að hvetja hann til að leita sér hjálpar og fylgja honum eftir líka í meðferðum og öðru slíku og berjast með honum líka þegar hann kemur út. Hann kemur ekki út í bara tómið eitt heldur, kærleika og utanumhald og manngæsku. Þetta er ávið þennan sjúkdóm eins og alla aðra sjúkdóma, ætla að reka fólk á kjaftinn og henda þeim bara í ruslið og snúa við þeim baki þegar þeir mest þurfa á okkur að halda. Þetta er eitthvað ljótasta sem ég bara hef heyrt og þetta var í rauninni þetta var einhver ásýnd á ákveðnum tíma en það er búið að fletta þessu við. Þannig að með þinn aldur þá ættir þú nú kannski aðeins að spyrna þér frá botni og fara að lifta þér aðeins upp úr þessu vegna þess að þetta er ekki við lengur og þetta er ég búin að heyra vegna þess að ég á mína aðstandendur sem hafa verið að glíma við fíksjúkdóminn eins og ég held nánast við öll. Ég líka. Og öll vildum við gera okkar besta og erfiðast af öllu var þegar var verið að segja kannski við foreldra það eina sem þú átt að gera við sonur þín eða dóttur þín að það er bara rektan að heimilinu. Kondin er bara út. Ekki bara, hún er bara on her own. Hún er bara hér í sínu tómarum og ákveður að velja þessa leið. Það feður enginn að velja þessa leið. Það er fyrsta skrefi fyrir samfélagið er að viðurkenna fíknisjúkdóminn sem sjúkdóminn sem hann er. Lífshættulegur, það sem yfir 700 manns er á biðlista eftir að komast inn á sjúkrahúsi Vog, en í rauninni margir þeirra deyja á þessum biðlista af því að heilbrigðiskerfi okkar lyftir þeim ekki upp. Stór hluti af þessu unga fólki, stór hluti af þeim sem deyja á bið er ungt fólk og sumir hverjir meiri segja ekki langt leiddir í sjúkdómnum sjálfum og hefði verið að grípa inn í miklu fyrr og koma þeim út í samfélagið og hjálpa þeim að öðlast fallegt líf. En Guð minn almáttugur, það er svoleiðis algjör skort stefna rekin þarna eins og annars staðar og við erum að horfa upp á það bara í heilbrigðiskerfin okkar að starfsfólkið, þeim er bara sagt að hlaupa hraðar. Þau eru að standa 16 tíma vaktir, þau eru gjörsamlega að bugast af álagi. Við erum að missa frá okkur starfsfólkið undan álagi í staðis að fjölga og reyna að gera og draga til okkar, til dæmis fólki okkar sem hefur verið að mennta sig
orðið sérhæft á mörgum sviðum, hvort sem það í sambandi við hjúkrunarfræði eða á læknasviðinu sjálfu. Þetta fólk vill mikið hvað ekki einu sinni koma heim þegar það er búið að læra. Það bara sér fyrir sér, Guð minn almáttugur, ég vil ekki borga 10 sinnum íbúðina, ég vil ekki bara eyða allir minni í innkomu í okurvexti sem flæða í bankana, ég bara vil ekki vera á Íslandi, þannig að við þurfum að búa til hvatakerfi, við erum að búa til hvatakerfi, við þurfum að fara að horfa öðruvísi á heildarmyndina, það liggur á borðinu. Þú nefndir hvatakerfi, út af því að það er svolítið það sem þetta snýst við náttúrulega tökum ákvarðanir út frá upplýsingum og upplýsingar eru vanalega í formi hvatatakmarkana. Til þess að búa til hvatakerfi þarftu að gera það ófýsilegra að taka eina ákvörðun umfram aðra. Umfram þessi ákvörðun byggð á því að ég meina í þessu tilfelli erum við að tala um það að taka eiturlyf eða að taka ekki eiturlyf, það er svona bara 0 leið. Ef við hugsum aðeins út í þetta, ég veit alveg að fólk innan AA og ég meina að það eins og ég hef búin að nefna núna 100 sinnum við þig, ég kenni hnefalega mjög mikið af fólki sem í bardaíþróttum. Ég nú nokkuð vóga að sitja mótir hérna með hvað já, ok. Boksarinn. Já, nokkvæmlega, þú ættir að passa þig. Hérna, það mjög mikið af fólki sem var í eiturlyfjum sem núna í bardaíþróttum. Það er þekkist vel að fólk sem leitar í bardaíþróttir telst vera svona næstu því að tala að yfirfæri fíknina yfir á eitthvað annað. Já. Og hérna það bardaíþróttir mjög oft fáum við einhverja helflúraða, svolítið veðraða og eru þá nýbúnir að vera í eiturlyfjum og eru hætti því og fara að verða áneytast þessu sem miklu betra. Og það sem að ég veit bara að fullt af fólki innan AA ósammála því að þessi skaðaminnkun sé til bóta. Og það ekki út af því að þeim þykir ekki vænt um þau. Þau horfa kannski bara inn í eigin veruleika og hugsa með sér ef það hefði ekki verið gefist upp á mér að þá hefði ég aldrei hætt. Og það bara eitthvað viðhorf sem að mér finnst alveg við þurfum að taka til ályktunar. Út af því að ef við tökum eina ákvörðun, ef við tökum skaðaminnkunarúrræðið, að þá munu einhverjir deyja út af því að þeir ákveða að hætta ekki. Ef við förum hina leiðina, þá kannski eru einhverjir sem hefðu haft betur. Og það sem við þurfum að horfa á bara hvor leiðin betri. Því ég alveg sammála það kannski þarf að vera mismunandi úrræði fyrir mismunandi hópa. En ég ekki tilbúin til að segja bara þessi sjálfkrafa jákvætt að við séum að veita fólki aðgengi að eiturlyfjum og veita fólki aðgengi að eiturlyfjum. Það hugmyndir skaðaminnkunarúrræðis. Skaðaminnkunarúrræði eins og til dæmis frú Ragnheiður og það allt saman, þau fá ekkert eiturlyf þar Nei, en hugsjónin En hins vegar þessi svokallaða viðhaldsmeðferð sem að Vogur að veita í sambandi við ópíóðafíknina þar sem í rauninni fólk deyr nú ofta því það stillir sig ekki af og tekur óstóra skammta og annars slíkt. Þar sem að verið að gera þar að þá kemur bara einstaklingun, hann fær bara sinn skamt, lágmarksskamt til að vera ekki fráhvörfum, hann ekki út úr dópaður, hann ekki að ráðast á einn eða neitt til þess að brjótast inn og ræna til þess að reyna að kaupa sér næsta skamt. Þetta er í rauninni, hvað ég að segja, þetta skaðaminnkun fyrir einstaklingin sjálfan og þetta skaðaminnkun fyrir samfélagi heild sinni, en fyrst og síðast það sem að þú sagðir áðan og grundvallar setning sem að rökk út úr þér, alveg ég bara átta mig ekki á því hvaðan ég óskupunum hún kom, að velja það að taka eiturlyf eða ekki. Þú sagðir þetta. Já. Þú sagðir þetta. Eins og þú geti valið það hvort þú fengi krabbamein eða ekki. Staðreyndin svo að við þekkjum það að ég er að tala um eiturlyfið sjálf. Já, oft byrjar það þannig eins og við vitum og í flestum tilfellum þá byrjar það þannig að þetta kemur strax þessi fíksjúkdómur, hann byrjar strax að gera vart við sig á úlningsaldri ef að einstaklingar sem eru mjög áhrifagjarnir, ég er nú bara á nú 4 börn og ég hef nú bara séð það á ákveðnu tíma, svona 14-15 ára, þá í rauninni hafa foraldrirnir nánast ekkert að segja líku við með tilliti til félagana sem í rauninni virðast vera að mótast hver af öðru miklu frekar og sína sig hver fyrir öðru miklu frekar heldur en að sé verða að hlusta á nei, þegar við erum að reyna að sína fram á hvað er rétt og hvað er rangt og passa á þessu og hinu. Síðan það bara hver af þessum einstaklingum með þetta hræðilega gen sem hann hefur fengið arf frá einhverjum óhefnum fíkli í fjölskyldunni sem að ber þetta ógeði sken algjörlega á þess að hafa beðið það sjálfur. Viðkomað, þú sér fullt af börnum, þau pröfa þetta og þau pröfa hitt. Það eru ekki nema hluti af þeim sem endar í því að missa stjórn og missa algjöra stjórn
og ráða ekki eitt eða neitt við neitt. Þannig að við verum að átta okkur því, það ekki nóg að segja að það sé eitthvað val. Það ekkert val og þegar einstaklingurinn, það enginn, ég ætla bara að segja, ég ætla að alhafa hér, þegar við tölum viðhaldsmeðferðir eða hvað annað sem það enginn einasti einstaklingur sem hefur gjörsamlega mist stjórn, sem ekki vill fá hjálp af öllu sínu hjarta og losna undan þessu helvíti sem fíknisjúkdómurinn og í raunin að draga þá til geðveiki og að lokum til dauða og það liggur á borðinu og líka þetta að við skulum bjóða upp á það í þessu samfélagi að fólki sé í rauninni ekki, að fólk sé ekki í rauninni með 100% aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, bráða geðheilbrigðisþjónustu þegar það á mjög vondum stað og við skulum hafa orðið að við skulum hafa orðið vitni af því að einstaklingum hefur ítrekað verið vísað af geðdeild vegna þess að þau eru ekki talin nógu veik andlega og svo gangaðu beint í sjóin eða svifta sér lífi. Ég veit ekki hvernig þú vilt sjá þetta. Ég veit ekki hvernig þú ætlar að vera einhverju afneitun við það sem að raunverulega staðreind gagnvart þessum sjúkdómi. Það grundvallaratriði að sturta fordómum og vanþekkingu í sjóin. Það grundvallaratriði að viðurkenna fíknisjúkdóminn sem alvöru sjúkdóm sem lífshættulegur og dregur fleiri til dauða heldur jafnvel krabbamein. Þannig að þú veist, það að halda það að nokkur einstaklingur í heiminum vilji missa stjórn og lenda í því að geta ekki í rauninni frjálstöfustrokið vegna fíknar og í rauninni næstu tilbúin að gera hvað sem til að ná í næsta skammd ef að einhver heldur í rauninni að staðan sé slík hjá einhverjum einasta einstaklingi sem glímir við þennan sjúkdóm, þá verður viðkomandi að fara að lesa sér pínlítið meira til og opna pínlítið hugan á því að hann sé hálfgerður hálfviti. Þekkingarlaus, fordóma fullur sem ber ekkert skinnbragð á lífshættulegan sjúkdóm. Já, þetta var hörkur ræða, já, hún sönn. Við gætum gert þetta svona, eða hlusta á fólk sem að vinna í sem gera líka og hefur miklar efasemdir. Efasemdir hvað? Efasemdir skaðaminnkandi úrræði. Ég veit að fullt af fólki innan SAV sem bara með miklar efasemdir þetta, þú eru ekki að segja þetta því að það kemur einhvers konar svona ræða. En Nei, býtu aðeins, ég verð að segja þetta. Ég var bara að tala um eitthvað ég veit það. Sammálum. Já, ég veit það. En staðreyndin svo, það sem fólk að tala um í samband við skaðaminnkunina, það það að þau vilja þá frekar hreinlega reyna að afeitra einstaklingin algjörlega og koma honum í gegnum meðferðarferlið algjörlega og gera honum frjálst að komast út í samfélagi. En það bara ekki þessi úrræði til staðar. Við bjóðum ekki upp á langtíma meðferð nema bara á Krýsuvík, Hlaðgerðarkoti sem við fá að vera í Krýsuvík í 6 mánuði í eftir meðferð og annað slíkt og þeir halda utan um einstaklingin og sína til fyrirmyndar. En við höfum ekki þetta. Við þurfum að byggja upp þetta. Úrræði fyrir hver einn og einasta. Já, á meðan að við höfum það ekki, þá þessi skaðaminnkun að bjarga lífi 100 einstaklinga, hvernig einasta dag. Tölum eitthvað sem við erum sammálum. Núna erum við sammálum húsnæðismálin. Ég veit við erum sammála hérna, út af því að nú erum við náttúrulega bara komin í þá stöðu að það búið að niðurgreiða alls konar fyrir aumingja og þar að leiðandi komið verðbólga. Það svo mikið ógeð. Ég fer í svo mikil, þú verður að hætta að grípa inn í þetta, mér finnst þú skemmtilegt þegar þú segir eitthvað. Þetta alveg hræðilegt að heyra. En við erum sérst búin að niðurgreiða alls konar úrræði fyrir aumingja og þar að leiðandi erum við komið með verðbólgu. Þetta ógeðslegt að segja. Ég býtu aðeins. Þú mátt ekki segja þetta. Þú hlýtur að klippa þetta út. Berum við ekki ábyrgð sem samfélag á því að við höfum verið henni í COVID. Þú vildi nú fangelsa alla henni í Egilshöll og með úrræði fyrir alla. Byrjarum með þessa djöfulslýi, þetta svo mikið haugalýi, ég hef aldrei heyrt hann næst. Hvað er að gera í húsnæðismálinu? Út að ég fæ ekki að klára hennar hugleiðingar hérna. Í fyrsta lagi, þá skammast ég fyrir að segja alls konar fyrir aumingja, ég hef aldrei heyrt hann næst. Og í öðru lagi, þá þessi húsnæðis skortstefna sem hefur verið rekin hér í Reykjavíkurborg. Hún að hafa hrikaleg áhrif á allt okkar efnahagslíf til lengri tíma litið og út allt land. Hún að viðhalda hér, ekki bara hún hafi viðhalda verðbólgunni mörgu sinnum lengur heldur en að í rauninni var að gerast í löndunum í kringum okkur. Allir tóku á sig meira og minna einhverja holskeflu og einhverja
einhverja öldu verðbólgu kjölfarið á einmitt COVID þegar þú varst náttúrulega lokaður inn í Laugardalshöll með öllum hinum en hérna það var aldrei í málinu og bara ég var að fíblast og það alveg eins og þú mátt ekki hafa húmor í fjölmiðlum til dæmis, þú segir eitthvað og þá það bara tekið úr samengi að pólitískum andstæðingum sem að gera hvað sem til að láta það líta illa út en ég meina, ég lít nú bara ágætlega út í það takk kærlega fyrir pent, ég tek ekki mark á svona bulli og ég bara löngu fann að sjá í gegnum þessa aðföra einstaklingu til þess að reyna að gera eitthvað lítið úr þeim og draga þá niður á einhverju sem þeir eru að segja ganni sínu. Hver í þessu? Allir fjölmiðla meira og minna. En þú veist, bara fá klikkbeit. Hvað svo oft heldur maður hringi og en hvaða flokkar? Hvaða flokkar? Eru flokkanir eitthvað segðu mér það sem þið finnst? Hvað heldur hver myndi segja sér svona valdhafi í þessu? Hvaða flokkar eru með mestu aðferð? Þú verður að átta þig á því að mjög margir flokkar eiga bara fjölmiðl og reka hann með tilliti til þess að reyna að skara eld að köku síns flokks. Samstöðin, sósíalistar, moggin og allt þetta klapp sjálfstæðisflokkurinn. Framsókn náttúrulega með bændablaðið og alls konar í kringu það. Já, moggin náttúrulega líka og moggin og viðskiptaráð og viðskipta hitt og þetta og allt þetta sjallarnir alveg bara hægri vinstri. Nú við sjáum Samfylkingin, hún nú eiginlega búin að tróða sér allstaðar inn. Hún bara orðin eins og bara Kolkrabbi? Já, þetta nýji kolkrabbin kannski. En við sjáum það að það mikill munur á því. Hvernig í rauninni flokkar hafa haft aðgengi að einir hafa haft meira aðgengi en aðrir. Ég nú til dæmis nefnt það að svo einkennilegt sem það nú miðað við það að vera búin að vera 7 ára á Alþingi Íslendinga og að flokkur fólksins hafi í rauninni verið að fara hægt og fallega upp á við allan tíman síðan að við vorum kjörin á þing til að byrja með. Þá ennþann dag í dag bara hreinlega verið að gleyma okkur þegar verið að byrta skoðanakannanir eða einhver súlu línuritt og allt í bara, hvað, erum við bara dottin út? Það bara engin flokkur fólksins á þessari mynd. Hvað var það aftur hann? Þú veist, þetta alveg galið með það að hvað ég nú HR og Sofía frænka og allir segja það, meira og minna kemur hún Sofía frænka sko. Þannig að þá svolítið athyglisvert að einhver skuli gleyma því sem ég held að sé vísvitandi gert. Það vísvitandi verða að reyna að draga úr okkur vegna þess að við erum hið eina sanna afl sem að koma fram fyrir lágtekjufólk, sem að koma fram fyrir öryrkja, þegar maður berjast fyrir eldra fólk og fátæku börnin okkar. Og það að koma hér að hug og hjarta og hugsjón og það langt síðan. Við höfum átt hugsjónafólk á Alþingi Íslendinga. En hér situr einn slíkur á móti þér. Ég algjörlega að brenna af hugsjón fyrir því að geta gert gagn og komið einhverju áleiðis af því sem ég lagði að stað með í janúar 2016. Þannig að ég segi ástæðan fyrir því að verða að jaðarsætta mann og sjáðu hvernig aðrir að stíga inn núna. Þykjast allt vilja gera fyrir alla en vera búin að vera með ítrekkaðar aðstæður og ítrekkuð völd til að hrinda nákvæmlega því sama í framkvæmd. En fái njóta eldana sem fyrsti kveikja þá, en það allt í lagi að reyna að rífa það til sín. Ég ætla að nefna eitt dæmi. Persónuafsláttinn sem átti að taka af lífeyrisþegum næstu áramót. Síðustu áramót. Síðustu áramót þá átti að rífa persónuafslátt að lífeyrisþegum sem hefðu flutt erlendis. Og þá ég að tala hérna í kringum okkur. Ég er ekki að tala út fyrir EES eða þú veist, Evrópusambandið eða neitt slíkt, en á því svæði. Okay? Við sjáum það inn í bandormi í desember 2023 þegar við erum að fara að greiða atkvæði þennan svo kallega bandorm sem svona uppsóp af alls konar og vera að bæta inn í olíugjöldum og hinu og þessu og reyna skattpína borgarana meira en orðið þá allt búið að læða þarna inn einhverju 11. grein A liðar það að afnema þennan persónuafslátt. Hver skildi hafa komið auga á það? Voru það Píratar því Björn Leví hrópar og kallar og segir þetta sé ekki flokki fólksins að þakka? Voru það Píratar sem kom auga á það? Nei, eða Samfylkingin, eða einhver annar? Það vorum við. Það var flokkur fólksins sem sá það. Það vorum við sem stóðum vaktina. Það vorum við sem börðum skegni og ég fekk til liðs við mig í þessu tilviki Oddnýju G. Harðardóttur frá Samfylkingu, Þórildi Sunnu frá Pírötum og Guðbrand Einarsson frá Viðreisn. Og við vorum að berjast fyrir því þó að fá þetta niðurfellt en við fengum því frestað. Hefði flokkur fólksins og Inga Sæland ekki barist fyrir því, þá
þá hefði þetta orðið að lögum þann 1. janúar síðastliðinn, enda varðað óvart þannig að skatturinn skipaði Tryggingastofnun að hirða persónuafsláttinn af fólkinu með engum fyrirvara og það var gert 1. janúar síðastliðinn, en síðan var það leiðrétt, allt í lagi. Hvað gerðist svo eftir það? Þessu var bara frestað, þessari ákvarðanatöku var frestað, þessari gildistökulögana til 1. janúar 2025. Og hvað gerist í kjölfarið? Inga Sæland heldur áfram að berjast. Ég sagði skildi að berjast með oddi og egg, með kjaft og klóm og þetta skildi aldrei ná fram að ganga. Ég leita til annara stjórnaranstöðu þingmanna manna núna í vor, þegar kemur að þessum þingloka samningum þegar við erum að fara í sumafrí. Hvað skildi það nú hafa? Hverju skildi nú hafa verið að hjálpa mér í því að reyna að koma í veg fyrir að til dæmis bæði þetta tvend kvótasetningar ásleppu og að taka persónuafsláttinn á fólkinu okkar þann 1. janúar næstkomandi? Enginn. Þá var bara enginn þar. Ég var bara alein þar. Og ég sagði við stjórnar formenn sem að voru með okkur á þessum fundi, ég skal bara vera hér í ræðu með mínu flokki fram að jólum. Við förum bara aldrei í sumafrí. Þetta eina verkfæri sem að stjórnarandstöðu þingmenn eiga í sínu farteski. Það bara hreinlega að halda sig við ræðustólina því að við höfum frelsi til að tjá okkur. Minnst að kosti við aðra umræðu, þá getum við bara að tala endalaust. Og ég var tilbúin að gera það. Það var enginn með okkur. Píratarnir voru þá að berjast gegn því að lögreglan fengi víðtækari heimildir til þess að takast á við skipulagða glæpastarfsemi. Og þetta glæpalið sem að er að kæfa okkur hérna því hér hefur ríkt vargöld eins og við vitum. Og ég vil bara lögreglan okkar geti bara fylgt þessari allsherjar reglu og varið samfélagið. Þeir eru að segja núna að þetta sé ekki þeir eru að segja núna að þetta sé ekki eins og lengur sænskur vandi. Býttu nú við. Það hann Björn Leví vinur minn Gunnarsson. Hann bara hér út hann eins og eldur akkur hér út alla samfélagsmiðla. Hún að eigna sér þetta, hún Inga Sæland og eigna sér þetta og það bara flokkuð, það bara sama sagan. Þykist bara eiga þetta og eiga þetta. Við eigum þetta skuldlaust. Alveg eins og Viðreisn á það skuldlaust að þau komu inn með frumvarp. Ég er ekki að taka af fólki það góða og þau góðu verk sem þau eru að vinna á Alþingi. Eins og Viðreisn kemur með það að fá niðurgreiðslu á sálfræði þjónustu til barnanna okkar í skólakerfin okkar. Og það var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á Alþingi Íslendinga. Ég er ekki að segja það að þó við höfum greitt atkvæði með því og myndum fylgja því eftir að við eigum það. Við studdum það og við vorum sammála því en Viðreisn kom með það og þau eiga það. Það nú gott að þið eiga það ekki út af það vond hugmynd. Já, byrjar hann eina ferðin enn. Við slum samt færa okkur frá. Nei, býtu við vond hugmynd að aðstofa börnun okkar sem að glíma við mjög mikinn sálfræðilegan vanda. Vond hugmynd að niðurgreiða sálfræðiþjónustu, sérstaklega þegar þú setur það svona fram. Þú vilt sem sagt að fátækubörnin geti aldrei leita sér sálfræðiþjónustu. Á ég ekki að leyfa, ég leyfi þér alltaf að klára. Ok. Ég skal reyna það. Það vond hugmynd, einfaldlega út af því að nú þegar eru biðlistar í alla sálfræðitíma. Það eru í kringum 2 dagar til allt í 2 ár að ná sálfræðitíma mismunandi eftir hvað þjónustu út að leiða til og hvað sálfræðings út að leiða til. Og af hverju er það svo? Ég leiði mér að klára þetta. Út af því að það er meðal annars ómikið niðurgreiðsla á ýmsum sviðum, bæði stéttarfélag og annað. En ástæðan fyrir því að niðurgreiðsla vond hugmynd er út af því að þetta myndi takmarka aðgengi fólk sem nauðsynlega þarf á þjónustunni að halda ennþá meira. Það að aftur á móti tekjutengja það niðurgreiðslu umfram það sem er núna er ákveðin góð hugmynd. Ef að til dæmis það er sérstaklega fátæk börn, þar sem eru börn sem hafa ekki mikið og gott bakland, sem eru kannski ennþá meira áhættuhóp, þau eiga að fá sér aðgengi að niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu. Það að segja bara niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu er bara populísk aðgerð til þess að reyna að fá atkvæði og myndi valda því að sálfræðiþjónusta sem er nú þegar skortur á framboði myndi auka eftirspurnina ennþá meira og þar alveg myndi fólk sem er bara eins og ég sem myndi bara heyrðu mig alltaf langað að prófa að fara í sálfræðitíma myndi fara í sálfræðitíma, ég þarf ekki niðurgreiðslu og ég þarf ekki sálfræðiþjónustu að halda aftur á móti myndi ég prófa að það vera ókeypis þar alveg er niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu eins og hún lögð upp hjá Viðreisn vond hugmynd. Heyrðu, veistu hvað? Þú ert sammála mér? Já. Yes! Ég vissi það maður. Ég er sammálaður alveg eins og ég er ósammála þessari aðferðafræði sem var samþykkt að niðurgreiða skólamáltíðir. Já, af sömu ástæðum. Vegna þess að í kerfinu eins og við erum að þekkja það, þá eru allir skertir meira og minna, til dæmis eldra fólk. Við leiðum að það er búið að fá yfir 25.000 krónur úr lífeyrissjóði. Við skulum segja 26.000 eða 30.000 eitthvað. Þá er tekin hver einasta króna og skert frá Tryggingastofnun 65 aura á móti krónu. Og síðan er það skattlagt líka.
Þannig ég man ekki hvort það verið að taka 83% af hverri krónu hjá þessu fullorðna fólki. Þetta svo galið, þetta svo klikkað og það sem að ég segi, jú, það eiga öll börn að geta farið sött að sofa á kvöldin. Lagst á kottan sinn á kvöldin, áðans að vera með gauð. Það finnst engum það ekki. Býtu, en að ætla að láta sveitafélög sem að eru mikið og í burðu og í stakk búin til þess að niðurgreiða skólamáltíði fyrir alla, það bara galin hugmynd og við eigum að tekjutengja það hiklaust. Það á hiklaust að vera þannig að milljóna fjölskyldan sem getur leikandi verið að grilla humar alla daga frá morgni til kvölds með kampavíni að hún borgi skólamáltíð fyrir börnin sín sjálf. Bara algjört, ég vil bara leggja meira til samfélagsins þar sem að þörfin meiri. Ég vil koma í veg fyrir það að nokkrum líði illa í samfélaginu hafi áhyggjur af því að geta komið mat á diskinn fyrir börnin sín, fæði, klæði, húsnæði. Ég hef náttúrulega aldrei sagt þetta áður, en þetta algjör grundvalla forsenda til þess að allir geti tekið þátt í samfélaginu og þá verður að laga til. Það verður að laga til í kerfinu þannig að það sé réttlátara fyrir alla. Þannig að við sem, alltaf verið að tala samtryggingu, það verið að tala samhygð og við eigum að vera að líta til hvert með öðru. Já, við eigum að gera það og ég alveg vissun og ég heyrta líka á fólki sem að hefur, í góðum efnum og segir bara, heyrðu, ég hef ekkert að gera með það að láta niður greiða skólamáltíð að barni mitt fái frítt að borða í skólanum. Ég vil borga fyrir mitt barn sjálfa því ég hef ráð á því. Ég vil leggja til samfélagsins. Já, ég vil styðja við mitt sveitafélag. Þessuna eins og segið, þessuna á tekjutengja þetta. Þú veist, hjá sumum þetta fæði klæði húsnæði og hjá öðrum þetta humar, Lúi og Arnarnes. Nákvæmlega. Hérna, sko, stríðin þér aðeins. Sko, ég fekk spurningu það hvernig þú ætlar að haga þessu og ég ætla að breyta þenn spurningunni. Haga hverju? Sko, bara þínum flokki og svona. Sko, núna vitum við það að þú ert einræðisherra í þínum flokki, ekki grípa frá mig. Þú ert einræðisherra í þínum flokki, það fær enginn að ráða neinu nema þú segir af eða á og þú bara skiptir fólki hérna út eins og nærbuxum. Sko, ef að þú kemst í ríkisstjórn, af hverju ættu að gera ráð fyrir einhverju öðru en að þú ráðir hérna ríkjum eins og einræðisherra eins og þú gerir með þinn flokk? Í fyrsta lagi, þá býst ég við að fáir myndu sjá þetta eins og þú ert að leggja það upp hér því þetta náttúrulega bara haugalígi. Það náttúrulega liggur á borðinu. Ég hins vegar guðmóðir Flokks fólksins. Ég formaði Flokks fólksins og auðvitað hef ég ákveðið seg. Það liggur náttúrulega á borðinu. Ég lít náttúrulega axla ábyrgð sem formaður og ég geri það bara mjög vel. En í Flokki fólksins ríkir eitthvað það fallegasta lýðræði sem ég hef séð. Í okkar flokki eins og til dæmis núna í þessari kosningabaráttu. Ég hugsa svona gæi eins og þú og þeir sem að tala svona og hafa lagt þér þetta á blað til að reyna að mála mig sem einhvern einræðisherra. Þú kannski hissa á því þegar að sjá að ég kíki valla á þau að því að treysti þeim 150% fyrir þeim verkum sem þau að vinna. Vegna þess að við erum öll að leggjast á eitt. Við erum öll að okkar hjarta slæri í takt. Ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því að einhver sé að fara að bulla eitthvað í samband við flokk fólksins af þeim sem að vinna með okkur og eru í flokki fólksins. Það bara af og frá. Þannig að það veri gaman í rauninni eins og fyrir þig að kíkja til dæmis upp í fjörgin núna og sjá þessa fallegu smurðu vél sem að vinna þar í kosningabaráttunni. Það sem að bara gleði og bros og við erum og ekki við, ég kem náttúrulega aldrei aðna því ég alltaf að elta svona gæja eins og þig og fæ að veri viðtölum út allt. Þannig að en við erum alveg með óbóðslega fallegt starf, það bara alveg þannig, en ég vildi alveg ráða öllu, það ekki það, en ég geri það bara ekki. Nei, hvernig sér þið fyrir með ríkisstjórn? Sko, út að ég með langa að skilja hvort þú verið til hægri eða vinstri, ég skilja það ekki en þá. Viðskiptaráð skildi það í morgun, þeir voru með beina útsendingu, þeir setja okkur svona aðeins hægra megin við miðju og segja við séum með þokkalega skýra stefnu, við erum svo með skýrari stefnu en margir aðrir. Þannig að já, það var nú svona, nei, við erum svolítið vinstra megin við miðju. Já, vinstra megin við miðju, en með skýra stefnu. Það var ótrúlega að viðskiptaráð var að segja að þið varðið til. Já, við vorum aðeins vinstra megin, já, akkurat. Þannig að Sigmundur Davíð hefur sagt að hælisleitendamálinu að vera tekið að þeim að þannig að við lokum hælisleitendakerfinu. Hvað finnst þér það? Ég hef náttúrulega alltaf sagt að glasi væri, landi væri uppselt eins og staðan í dag. Hér eru núna sennilega yfir 1000 einstaklingar á bið eftir því að fá úr því skorið hjá Útlendingastofnun, hvort að þeirra
umsóknum alþjóðlega vernd sé jákvæð eða neikvæð, það bara biðlisti og allt og langur biðlisti eftir því að fá niðurstöðu. Þetta var ekki spurningin. Umsóknum, þannig að ég segi ok, landið uppselt. Þannig að þetta loka eða halda opnu eða hvernig viltu gera þetta? Loka eða halda opnu? Já. Já, ég meina ef einhver kemur hérna sem gjössalega að flýja sprengjuregn og hérna komin hér á landamærin og þá náttúrulega myndum við nú valla snúinu við hvað þá hann væri búin að missa fótinn en það. Þannig að ég segi, en landið uppselt eins og staðin núna, við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að jafna þröskuldana við löndin í kringum okkur. Við erum skýr, við höfum sagt bara einfallega við viljum þessi lokuðu búsetuúrræði, þessa brottfara búðir, lokuð algjörlega, þannig að meðan að fólk að bíða eftir já, nei, þá það bara á ákveðnum stað. Það getur alveg eins verið á því hótel með fæði, klæði, húsnæði eins og einhvers staðar annar staðar út í samfélaginu, ekki satt? Og þá erum við með greiðari aðgang að koma þessu fólki frá landinu þegar og ef að það fær synjun á umsókn alþjóðlega vernd. Við viljum þetta frekar en að þurfa að reyna fiskaðu upp einhvers staðar út í samfélaginu og stinga þeim í fangilsi á Hólmsheiði. Það nú kannski, þannig að ég held að þessir aðilar sem að hrópa á neikvæðinni gagnvart þessum lokuðu búsetuúrræðum ættu kannski að skoða það pínlítið, að ég fekk nú svar það að fyrir ári síðan voru hér 169 einstaklingar sem var búið að brottvísa, sem voru bara týndir í kerfinu og engin veit hvar eru staddir og við vitum vaxandi glæpastarfsemi, vaxandi glæpatíðinni, við vitum bara hreinlega vargöld hér, þar sem að lögreglan að glíma við hreinlega vaxandi mafíustarfsemi í landinu, ef einhver veit hvað það þýðir. Þannig að ástandið bara einfallega þannig að við erum að reisa okkur burðarásum öxl, það bara svoleiðis. Ég var að mynda að skipta Já, alveg rétt, meira. Við erum ekki bara með búsetuúrræðið. Við viljum algjörlega taka þannig stjórn á innri landamærunum eins og í rauninni hefur verið að reyna, það hefur verið reynt að gera núna upp á síðkastið. Það hefur verið tollverðirnir okkar og á landamærunum hafa verið raunverulega að taka þetta mun fastar í tökum heldur en áður og koma í veg fyrir það allir flæði inn sem komi og geti sótt alþjóðlega vernd, þeir snúa fólki bara hreinlega við. Eins og ég fekk að vita daginn 4 einstaklingar sem komu og voru bara allir að segja að þeir varu að koma hérna til að vinna. Það kom þarna inn eitthvað sérfræði, Áslaug Arna ætlaði nú og kom hérna með inn í löggjöfina að við ætlum að sérstaklega að taka á móti sérfræðingum erlendis frá og reyna að koma hérna inn í þetta kerfi hér, sérfræðingum hingað í hinu og þessu en því var snúa á hvolf einhvern veginn. Hún var aldrei að tala sérfræðingar í skúringum, hún var aldrei að tala sérfræðingar í að steikja hamborgara eða sérfræðinga á því sviði, hún var að tala raunverulega sérfræðinga í kannski, við skulum segja, skurðlækningum til þess að styðja við veikar stoðir í kerfin okkar. Sérfræðinga sem að okkur kannski skorti, sem að væru mjög lærðir á ákveðnum sviðum og gætu styrt við okkar stoðir. Einhvern veginn var þessi snúa á hvolf og ég nú ekki vön að verja þennan málstað eins og þú veist, en rétt skal vera rétt. Það var aldrei meiningin að taka við sérfræðingum í skúringum eða auka undir það sem að við erum búin að vera að takast á við núna mansal og bara vinnu mansal og þrældóm eins og við höfum fengið í andlitið upp á síðkastið. Þannig að það náttúrulega eitthvað að laga til þarna. Og þarna voru að koma 4 einstaklingar sem voru að koma að vinna á Íslandi. Þeir vissi ekki alveg hjá hverjum, vissi ekki alveg hvernig eða hvað átt að vera þau, en það var einhver að koma til að sækja þau. Já, Quang Le. Sem hefði Quang Le aftur, sástu það? Jú, hann heitir þú allavega ekki T.H. Jóhannesson, það? Nei, ekki ennþá, en maður býður bara eftir því. Ég veit ekki hvað fíflagangur að verða þarna í þessu nafna, þetta VG dæmi sem að náttúrulega núna hreinlega að væntanlega og vonandi hverfa af þingi, hefur nú kostað okkur aldeilis skildingin, skal ég segja. Óskar þess að VG falla þingi? Já, að öllu hjarta. Einhver aðrir flokkar sem þú myndi vilja sjá að myndi hverfa braut? Hvernig, út af því að þú veist, ég veit að þú veist vel liðin allstaðar, bæði í samfélaginu og hjá VG. Já, ekki lengur. Hvernig sér þetta fyrir? Þeir kvótasett, þeir eru gjöss, VG, af hverju segi ég þau? Vegna þess að þau eru mestu popúlistar sem ég hef nokkuð tíma kynst. Það alveg með hreinum ólíkindum. Þau kvótasettu nánast allt sem siglir í sjónum, kláruðu þau að kvótasettu allt nema bara það sem við skilum með klóakakerfinu.
Það búið að kvóta setja bara nánast allt annað sem að hér syndandi í sjónum. Fyrir hverja það? Ekki grasrótin og ekki stefnu þeirra. Þeir eru í rauninni búin að vinna gegn stefnunni og vinna gegn almannahag, vinna gegn litlum brothættum byggðum. Þau hafa aukið í rauninni meiri segja vélarafl báta sem að mega nánast draga sína snurvoðir, snubra bara hreinlega upp í kálgarð og eyðileggja á sama tíma og þau þykjast vera allt vænt sem vel grænt og hugsa vel lífríkið og algjörlega komin í mótsögn og anstöðu við allt sem þau hafa sagt. Nei, þá má bara auka vélarafli og ryðjast bara upp, rústa öllu kóral og lífríkinu nánast upp í fjöru og leið eyðileggja möguleika smábátana að sinna í rauninni þeim veiðum sem að algjörlega sko á nokkurs vafa munu aldrei ógna lífríkinu í kringum landið að veiða á króka. Það náttúrulega segir sér alfarið sjálft. Þannig að það sem við höfum líka verið að gefa, sko, þau þóttust vera að vinna fyrir brotata byggðir og vinna fyrir því að reyna að koma á betra kerfi fyrir smábáta og strandveiðisjómenn. Það var ekki svo. Þá vil ég bæta því við. Okkur hefur í rauninni fæðist rosalega öflugu liðsauki nákvæmlega í þessari baráttu. Lilja Rafney Magnúsdóttir var formaður atvinnuveganefndar hérna á síðasta kjörtímabili, þar sem að ég var varaformaður, og það var hún sem var að berjast við Kristján Þór Júlíusson, sjálfstæðis snilling, sem að þá var sjávarútvegsráðherra. Við vorum saman að berjast fyrir því að reyna að tryggja frekari daga fyrir sjómennina á sumrin. Við vorum að berjast fyrir því og hún fekk það í gegn. Að það var tekin þarna hátt í 1100 tonna af ufsa fram hjá kvótanum sem meðafli án þess að skemma þessi 5,3% sem strandveiði sjómenn máttu í rauninni veiða á strandveiði tímabilinu. Þannig að ég er svo hissa á því núna að lesa einhvers staðar að strandveiði sjómenninni sjálfir skuli ekki vera búin að fatta það hversu ofbóðslegu fjársjóður þessi kona var þegar hún var formaður atvinnuveganefndar og hvernig í rauninu veru hún varði víi með kjafti og klóm og gerði eins mikið eins og í mannlegu valdi stóð gegn sjálfstæðisflokknum sem að vill náttúrulega bara leggja þetta strandveiðikerfi af og koma því öllu og stórútgerðina. Þeir vilja alltaf hagraða bara og allir bara stórútgerðina og að hirða þetta allt saman og þeir vilja bara malbika yfir þessar brothættu sjávarbyggðir. Það liggur náttúrulega alfarið á borðinu eins og verkin þeirra hafa sýnt. Já, þannig að þú óskaðum ekki góðs gengis. En annar flokkur sem svona sá flokkur sem mest að berjast fyrir öryrkjum og fátækt fólk, sósíalistaflokkurinn. Hvernig líst þér á það, ef þeir komast inn? Þeir eru alvöru öryrkja og fátækra fólksflokkurinn. Já, ég á rosalega erfitt með að átta mig á þessu, sko. Mér finnst þetta ofbóðslega einkennilegt eitthvað. Vegna þess að það eru svo ofsalega miklar öfgar. Mér finnst bara dásamlegt að fá til liðs við okkur raunverulegt baráttu afl sem að berjast gegn fátækt og spillingu en á sama tíma og ætla að ráðast að öllu og vera bara svo mikill kommunisti að þú sett bara orðin eins og Kim Jong-un í Norður-Kóreu eða Castro var á Kúbu eða Putin í Rússlandi, ætla bara að ryðja hæstarétt eða taka eignir fólks eignarnámi af því það er orðið og ríkt eða og þjóðnýta allt og eitthvað svona og þetta kemur í rauninni úr alveg hörðustu átt. Því að leiðtogi þeirra var náttúrulega blárri en allt blátt og hérna 2014 þá mátti ekkert vera miðstýrt, ekki neitt. Við vorum ekki einu sinni nógu burðug sem samfélag til þess að vera sjálfstæð, við ætlum bara að verða eitthvað 21. fylki í Noregi, eins og þetta náttúrulega veraldavefurinn lígur engu og það geta allir googlað þetta og séð þetta, hvernig þessi þróun, síðan vorum við í Silfurþætti, ég og einmitt Gunnar Smári og Styrmir heiti Gunnarsson og Andrés Magnússon á sínu tíma þá vorum við nýkomið með 4 þingmennin og nýbúna að þá einmitt sagði Gunnar Smári Inga Sæland þetta í heiðurskilið fyrir að hafa náð þessum árangri og talað inn í þennan hóp sem að væri 30% af samfélaginu en við fengum nú ekki nema þarna 6, eitthvað eða tæp 7% dugði fyrir þessum 4 þingmönnum. Þannig að á þessum tímapunkti í kannski skorti á atvinnu að þá ákveður hann að stofna annan flokk í stað þess að ganga til liðs við okkur og reyna þá að sýna það af hug og hjarta að hann raunverulega vildi aðstofa við það að útrýma fátækt. Er hann ekki bara eins og þú, hann þarf að vera aðalnúmerið?
hann hefði alveg geta verið aðalnúmer í mín vegna í okkar flokki. Ég hef alltaf boðið og alltaf sagt það alveg frá því að flokkurinn var stofnaður. Ef einhver kemur sem öflugur í talsmaður en ég, ef einhver kemur til þess að vera kyndilberi fyrir flokks fólksins sem að gera það af hug og hjarta, þá guð minn góður, ekki ætla ég að hanga á því eins og hundur á roði. Ef einhver öflugur en ég í því, þá bara skal ég vera fyrsta rétta kyndilin. Það get ég sagt þér. Ég þarna af raunverulegri hugsjón. Ekki að reyna að snobbast að því að vera einhver formaður. Það algjört auka atriði fyrir mig. En eins og staðnir í dag, þá bara verði ég að hugsa barnið okkar, flokk fólksins ennþá, á meðan að við erum að svona slíta barskónum, komin á úlingsárin og viljum í rauninni festa rætur í samfélaginu til framtíðar vegna þess að þessi rödd verður að vera til staðar. Þessi rödd hefur orðið þess valdandi á Alþingi Íslendinga að raunveruleg umræða fátækt hefur átt sér stað. Í kjölfarið hafa komið 2 þættir hjá RÚV þar sem talað var fátækt þrátt fyrir að Ingu Sæland væri ekki boðið að vera þar sem að var verulega athyglivert og ekki neinum úr flokki fólksins. Flokknum sem að hefur í rauninni barist með oddi og egg gegn fátækt. Það mjög athyglivert og með þess að fólki okkar sem að efnalítið. Það hefur alltaf, því hefur liðið illa og ekki vilja viðurkenna það, ég fátækur. Ég á ekki fyrir mat á diskin. Ég að glíma við rosalega mikla fjárhags erfileika að ná bara endum saman á milli mánaða. Þetta sem Guðmundur Hrafn hefur sagt, hann segir að helsti vandi við leigjendur og svona hversu erfiðri stöðu þeir var í, að það erfitt að fá það til að viðurkenna vandan. En það að gerast, sko. Það að gerast smám saman. Og eftir 7 árin okkar á þingi, þá þetta orðið gjörbreyting í samfélaginu og ég til dæmis fann að fá mjög mikið af póstum og ég vildi ég geti hjálpa þessu fólki. Ég bara get það ekki. Ég get það ef ég fer í ríkisstjórn. Og við förum náttúrulega ekkert í ríkisstjórn með hverjum sem við förum ekki í ríkisstjórn með neinum sem ekki vill minnsta kosti taka utanum grunngildin okkar sem að hætta að skattleggja fátækt fólk. Hvaða flokku verður auðveldast að mynda ríkisstjórn með? Ég hef ekki hugmynd það sko vegna veist þú það? Já, hvernig í óskopunum ættum miðflokknum? Já. Ertu gjössalega dottinn fyrir borð? Miðflokkurinn bara fiska í kjölsógin á flokki fólksins. Við þjálfum þarna þingmenn, hendum þeim fyrir borð og þeir svo pakkmann. Þú verður bara grafa. Gleipa þá upp bara í kjölsógin. Klaustursmálið var bara klúður að þeirra hálfu og þeir að fara. Nei, auðvitað munum við ræða við alla. Það fer allt eftir, þú lítur að vita það sjálfur. Það fer eftir í hvað kemur upp úr kössunum, hversu sterk mín staða verður, við hvernig ég get tala. Ég veit það. Þannig að hvers vegna ertu þú alltaf, hverju allir að röflum þetta? Þetta svo galið, sko. Ríða drepa giftast? Nei, ég að djóki, ekki það aftur. Hérna, þú ert að fara í bjór. Þú ert að fara í bjór með 2 af Já, ég sá að Jóhann Páll vildi frekka vera með Sigurði Inga heldur mér í bjórkvöldi. Hann veit ég hvað ég ógeðslega skemmtileg einmitt í svoleiðis kvöldi. Já, það kom mér mjög á óvart, sko. Þið bæði hljóma mjög vel. Og hann var líka, já, ég ætla ekki að segja það, hann vildi líka ýmsa skrýtna aðra. Nei. Mér finnst þetta mjög, sko, mér fyndið, alltaf þegar ég fæ viðmælandi til þess að taka þennan leik, þá skilja þeir ekki hvað þetta vinsælt einmitt. Sanna spurði hvað þetta? Finnst fólki þetta skemmtilegt? Þetta ótrúlega mikið umræðefni á samfélagsmiðlum og svona, og ég fæ mjög mikið af fyrirspurnum þetta mitt. Sko málið það að þú ert að velja þetta á þínu fórseti. Þú setur upp 2, þeir eru kannski báði jafn leiðilegir og þú vilt kannski vera með hvorum, eða báði jafn skemmtilegir og þú vilt enga móka, og þú setur mann í þannig stöðum að bara, má ekki bara velja mitt bara bjórpartí sjálf, Við skulum fyrst fara í gegnum þetta, svo máttu velja úr þessum einstaklingum 4 sem þú myndir vilja taka með. Bjarni eða Kristrún? Já, Kristrún. Kristrún, á hverju ekki Bjarnina? Af því að við Kristrún við syngjum svo fallega saman og á bjórkvöldi þá náttúrulega myndum við syngja saman og hlæja saman og bara hafa gaman saman. Svandís eða Bergþór? Þetta var alveg svakalegt, ég bara á ekki orð, sko. Ég bara, þetta var stór, hvernig dætti þetta í höfðli? Þetta, þú ert náttúrulega bara you're evil one. Já, ég myndi þetta bara í höfð núna þegar þú byrjar að tala VFG, sko. Ok, ég myndi velja Svandísi. Svandísi? Já. Ég þó að ég vilji ekki að hún sé áfram á þingi, þá held ég hún sé frábæri partí. Já, ég hef heyrt það. Þannig að Sigurður Ingi eða Þorgerður? Þorgerður. Þetta vera kvennapartí.
Jón Mossad Gunnarsson eða Gunnarsmári? Gunnarsmári. Aha. Ég held að sé skemmtilegur í partí. Já, hann sem drekkur ekki, sko. Mér alveg sama. Ég get að gefa honum óáfengan. Já. Ég held að sé jafn skemmtilegur, sko. Já, örugglega. Ég held það. Solveig Anna eða Björn Leví? Þetta var nú alveg sérsta, sko. Ég verð nú að segja. Jesus Christ. Herðu, Björn Leví, við erum fín. Já. Þórhildur Sunna eða Brynjar Níelsson? Já, ég tæki Brynjar í partíð. Já, ég held það. En ég meina, ég var nú í partíð hjá Sunnu á dögunum þegar ég kom til þín síðast. Já, akkurat. Það var ótrúlega gaman fyrir utan hvað hún gasti. Herðu, já, nei, ég skipti skoðun, ég tek frekar Sunnu. Já, hún er bara, já, hún er æðislega. Skilja Brynjar eftir í... Hún er æðislega í partíi, sko. Já, Brynjar hann er bæði skemmtilegur og svo er hann líka á köflum leiðilegur. Þannig að ég held að Sunna er svona jafn skemmtilega í partíi, held ég. Jóhann Páll eða Diljá Mist? Diljá. Aha. Já, Diljá var æðislega. En þá myndi Jóhanns Páls og Brynjar Níelssonar. Taka einn reject með. Reyndu þetta ekki. Ertu að mynda ríkisstjórn eða? Nei, ég er bara að spyrja bjór. Ég er hérna blásaklaus. Það er ekki hægt að lesa í þetta, sko. Já, ég held að ég tæki nú Jóhann Pál líka þannig. Vegna þess að hann syngur líka rosa fallega. Hann saman í kór og svona, hann bara, þegar ég komið með Kristrúnu og Jóhann Pál og Sunnu og já, ég veit ekki hvort Smári syngur. Gæti verið. Þar er ég ekki með hlutin á hreinu, en ég vil að ef ég erum í partíi, þá vil ég sé gleði og gaman og við syngjum saman og spáum ekkert í það hvernig við erum með einhvern pólitískan bakgrunn, heldur bara hafa bara eitthvað þannig að daginn eftir þá sé bara, wow, rosalega gaman. Ég var náttúrulega til að koma í öll þessi partí. Ég geti spila á gítar, ég er ekki að syngja, þannig að ég geti spila á gítarinn fyrir ykkur. Inga, við ætlum að ljúka þessu. Bara... Þú veist rétt að hita mig upp? Er það ekki? Jú. Nei, við reyndar eittum hálftíma í eiturlyf. Ekki að taka þau, heldur að ræða þau. En ég er alltaf spenntur fyrir ykkur, sko. Ég eins og segi, það er einhver orka yfir ykkur, sko. Ég veit ekki hvernig þið náið... Er þið með eitthvað útspil? Með eitthvað svakalegt hérna undir lokin? Útspil? Já. Á að segja þar, í þessi 7 ár, þá höfum við í rauninni stanslaust allan tíman verið að móka í trektina eins og við erum að gera núna. Og til dæmis 10. september, við lögjum inn 73 þingmannamál. Ég er búin að mæla fyrir 17 þingmannamálum á þessum tíma, á meðan að flest allir aðrir hafa verið út af örkinni að reyna að safna atkvæðum. Þá erum við að vinna í þinginu að láta verkin tala. Ég er stolt af því. Að skjóta Kristrún. Og ekki bara hana. Sigmund líka. Já, og fleiri. En ég meina, sko, við látum verkin tala. Það eru sennilega 2 klukkutímar frá mér í næsta mann úr ræðustóli Alþingis. Við erum með mætingaskyldu. Þetta er vinnan okkar. Og ég segi, ég er ekki að segja það, við erum búin að vera síðustu 2 árin að búa til eitthvað plan. Við erum með svo mörg plön og það er bara planum þetta og plani og við erum á planinu og við erum á plön og plan. Starfsmaður á plani? Sko, ég er bara starfsmaður á plani. Nei, við erum með plön allt og höfum verið með það síðan 2016. Við höfum bara verið að ganga betur inn í rauninni alla okkar stefnu bara eftir reynslunni. Í gegnum reynsluna og ásýndina, og réttar að sagt útsýnið sem við höfum fengið með því að vera á Alþingi Íslendinga. Við erum með útsýni sem að mér óraði ekki fyrir áður, sko. Bara óraði ekki fyrir því hvernig hlutinni raunverulega eru. Mér óraði ekki heldur fyrir því hvernig starfið og hversu umfangsmikið starfið okkar sem erum að byrja eldsnemma á morgnana, löngu áður en að allir aðrir fara á fætur að undirbúa fastanemndafundi vegna gagna sem við erum að fá kvöldi áður frá gestum sem að sækja okkur á þessa fundi til að vera undirbúin og vinna vinnuna sína vel. Þá verður að fylgjast með og geta tekið á móti gestónu þínum, vitandi hvað þau hafa fram að færa, hvers eru þau að óska af þér í fjárlaganemnd eða efnahags- og viðskiptanemnd eða atvinnuveganemnd eða hvaða nefnd amen eða hvað annað sem er velferð. Þannig að síðan það bara stanslaust allan daginn, svo eru þingfundir ýmist 11:30, 12:30 eða 3. Fólk heldur að við séum bara ekki að gera neitt nema í þingsalum. Það eru bara úrlausnirnar. Það eru bara málin að koma fyrir. Og þannig erum við búin að mæla fyrir 19 þingmannamálum síðan 10. september, ég 17. Og það er eitt mál sem að
Veist þú hvað var fyrsta málið okkar? Veistu eitthvað þessi mál til dæmis? Af því nú ert þú að taka okkur í viðtal og ég að taka eftir því að það vera að spurja mig stór furðulegra spurningastundum, ekki þú, en í fjölmiðlum, stór furðulega spurninga sem að sýna mér fram á það að viðmælendur, þeir sem að taka mig í viðtölana slíkt, hafi ekki hugmyndum verkin sem við höfum verið að vinna. Hafi ekki hugmyndum dugnaðin og eljuna sem við erum búin að sýna á Alþingi Íslendinga, eins og til dæmis húsnæðislið út úr vísitölu. Nú hafa allir viðurkennt það. Ef að húsnæðisliðun hefði verið tekin út úr vísitölunni, samhliða því að þessi skottstefna væri rekin af samfylkingunni í borginni og fylgitungla þeirra, þá hefði verðbólgan aldrei viðhaldist þar sem hún er. Þá væri verðbólgan núna komin í neðri vikmörk Seðlabankans í stýrivextina. Hugsaðu þér. Þá væri okurvextirnir gjössalega búnir að falla svoleiðis bara eins og steinn. Þeir eru búin að botfalla. Staðan í samfélaginu var gjör ólík. Líka afnám á verðtrygging á neytendalán. Allt sem við höfum verið að gera, 450.000 krónur skatta og skerðingalöst, og þá ég spurð, þetta kostar mikið Inga Sæland, hvernig ætlar að fjármagna það? Það enginn að spá í stefnun okkar, hvernig við erum búin að sýna það í greinargerðum með öllum málum sem við mælum fyrir, með öflugum greinargerðum, hvernig við ætlum að standa við það sem við erum að segja, hvernig við ætlum að afla tekna við öllu því sem við erum að boða án þess að skattleggja þig eða fólkið í landinu. Heldur ætlum við að sækja fjármuni það sem nóg fyrir af þeim. Nú þegar. Reka millistjórnendunar, þú talar það. Já, ekki reka millistjórnendur, við getum kannski hagrættist í kerfinu og sett kannski fleiri þeirra á planið, þannig að við gætum í rauninni verið að koma í veg fyrir að þeir sem á planið þurfa að hlaupa hraðar og sligast undan álagi. Þannig að já, við þarfum að hagræða allstaðar, en ég hvet bara fólk til að fara inn á flokkufólksins.is, til að skoða alþingi.is, til að fara þar inn í þingmenn flokkufólksins og ákveðna þingmenn og sjá raunverulega verkin sem við höfum verið að vinna. Við höfum unnið þau stanslaust, sleitulaust frá því við komum inn á Alþingi Íslendinga í desember 2017. Þannig að ég ekki með neitt sérstakt útspil núna einhver aukin loforð fyrir þessar kosningar. Við bara höldum áfram veginn. Það komið að þér. Plan til að koma starfsmönnum á planið. Inga Sæland, takk aðeins fyrir að koma. Hangið til næst, kóttu sem oftast. Takk fyrir mig.